Sælverði og velkomin í þáttinn Fasteignir og heimili. Það fjölbreyttur þáttur hjá okkur í kvöld. Við byrjum á því að heimsækja Sigrúnu Ástu Jörgensen, unga móður í Bólstaðarhlíðinni. Því næst ætlum við að heilsa upp á hann Daníel Freyr Atlason sem hönnuður og eigandi fyrirtækisins Stöðlur. Hingað í þáttinn til okkar kemur líka hún Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir sem markaðsstjóri hjá Krónunni. En Krónan að gera aldeilis flotta hluti fyrir samfélagið og huga að umhverfinu og matarsóun meðal annars. Hingað til okkar kemur líka hann Sigurður Helgi Guðjónsson frá Húseigendafélaginu og ætlar að fræða okkur aðeins frekar hvað Húseigendafélagið að bjóða okkur upp á. En við byrjum á því að heimsækja hana Sigrúnu Ástu í Bólstaðarhlíðina. Kærar þakkir fyrir að bjóða okkur hingað heim til þín, Sigrún Ásta. Það er mjög hlýlegt að koma hingað til þín og hérna tók á móti manni ljúf tónlist og fallegu syniðinir. Þið nokkuð langar svolítið að heyra því þú ert náttúrulega hérna með ung börn og hérna það er náttúrulega mikilvægt að huga að því hvernig maður tekur á móti nýjum fjölskyldumeðlimum þegar maður er að vona barni og ákveðnir hluti sem þurfa að vera til staðar. Getur svolítið sagt okkur hvað þú þurftur að huga að því að komi barnanna þína og hvaða hluti þú þurftu að eiga? Já, algjörlega. Þú veist, mér finnst alveg að við eigum alveg nokkra hluti sem mér þykir mest vænt sérstaklega inn á daginn. Þú veist, út af því eru tveir, þá kannski getur hinn verið pirraður og kannski hinn rosa glaður. Þannig alltaf rosa gott að eiga nokkra hluti til að rótera. Þannig að ég er alveg bara með róluna, rúmið þeirra, leikgrindina þeirra og púðan. Þannig að þú veist, ég er alltaf, ef þeir eru búin að fá, þú veist, nóg af rólunum sinni, þá setja ég í púðan sinn og svo eru við nóg með það, þá svona, ég tek allt á milli. Mér finnst það mjög mikilvægt, alltaf að eiga þessa hluti til að geta breytt aðstæður fyrir það. Og svo nota ég rosalega mikið babypressvélina. Þetta er svona þurrmjólksvél. Og ég hefði ekki geta verið án hennar. Nei, það er bara mest, þú veist, ef þú ert tvíbura mamma með lítil kríli, eða bara kríli sem er kannski dálítið erfitt eða bara til að létta manni dálítið mikið við, þú veist, eins og pelagerðin og allt það. Það getur tekið alveg mikinn tíma að gera það. Þá getur maður bara, þetta er eins og espressovél, þú veist, maður bara ýtir á hana og það kemur bara úr í pela og þú veist, bara pelin er tilbúin eftir 2-3 mínútur, sko. Þú veist, bara alveg og maður getur tekið þetta og bara ekki 2-3 mínútur með þess að þetta er kannski svona 5 sekúndur eða eitthvað. Já, það er alveg magna. Ég meina hér áður fyrr, þá var fólk bara lengi að búa til einn pela. Algjörlega. Og svo með 2 börn, þú veist, með tvíbura, að þá náttúrulega skiptir þetta miklu máli. Bara sérstaklega þegar maður kemur svona heiladauður bara, kannski kl. 3 nóttina bara, herri, ég þarf að fara að gera pela, þá kannski bara ýtir maður á 2 pela og þá bara er þetta tilbúið. Já, dásamlegt. En hvernig gengur svona að vera með 2 börn, 2 litla stráka? Bara æðislega vel. Þú veist, ég bjóst við þetta yrði miklu erfiðara. En svo einhvern veginn, þetta er bara þægilegt og þetta er frábært og þeir eru reyndar kannski bara svona mega góð börn held ég, þú veist, það er ekkert magavandamál eða neitt slíkt. Þeir sofa alla nóttina, vakna kannski einu sinni svona 2-3 og kannski fá sér 1 pela og svo vakna þeir aftur 7 cirka og eru svona á fætur 8. Þannig að þú veist, það er alveg, en þetta er samt allt öðru sem þetta var í byrjun, sko. Í byrjun þá drukkur alveg 2 tíma fresti og bara, þú veist, það þurfti alveg bara konstantli að fylgjast með bara hvenær þeir voru að kúka eða allt, sko. Þannig að þetta er alveg svona þægilegt núna. Já, það er mjög þægilegt og bara góð rútína, þannig að þeir eru bara drauma börn. Já, mér finnst það, þú veist, ég líka einhvern veginn, þú veist, þegar þeir gráta eða eitthvað svona pirraðir eitthvað, þá finnst mér það bara fallegt. Ég er ekkert eitthvað svona, þetta er svo pirrandi eða mér finnst þetta bara ótrúlega skemmtilegt. Já, þú bara nýtur þín í móðurhlutverkinu. Rosalega vel, sko. Mér finnst þetta bara fallegt og frábært og, þú veist, ég er heppin að vera mamma. Já, það er bara þeirra forréttindi. Já, og mér finnst það, sko. Við vorum alveg líka búin að reyna í einhvern tíma. Þannig að ég hef alltaf hort á þetta bara sem svona lítið kraftaverk að eiga 2 lítið börn. Já, það er alveg dásamlegt. Þetta er náttúrulega dýrmættasta sem það er á. Já, þú veist, þetta er bara, ég hef aldrei fengið líka svona mikið af fallegum tilfinningum einhvern veginn á sama tíma. Já, nákvæmlega. Að vera mamma. Yndislegt. Og hérna, er eitthvað sem getur mælt með ekki, fólk góð ráð ef þau vona börnum, svona hvað þau þurfa að huga að, eins og nefna að hafa til staðar og líka bara, þú veist, hvernig er þetta að undirbúa sig við komu barns eða barna?
Vá, ég myndi vera frekar, ef ég myndi gefa ykkur ráðleggingar, ég myndi frekar segja bara vertu tilbúin. Vertu tilbúin með pelavélina, vertu tilbúin með púðan. Það er svona hægt að kaupa tvíburapúða eða bara líka vart með 1 barn til dæmis. Það var rosalega gott að vera bara tilbúin með alla þessa hluti. Og svo líka bara eins og með fötin, barnafötin, ekki kaupa of mikið af barnafötum. Það er bara, börnin vaxa rosalega hratt úr fötunum. Ég með 5-6 poka sem ég bara strax komið með sem ég bara með í barnaloppana bara. Og þeir eru 4 mánaða, þannig að það er alveg bara svona, en ég fekk líka mikið gefins og svona. Svo myndi ég líka mæla með, eins og þegar fólk er að koma í kríli að það er frábært að nota barnaloppana yfir skeifinu og til dæmis, ég hef keypt allt þar, til dæmis rólu og allt, og ég trúi ekki að vera að kaupa á allt nýtt, frekar endurnýta og vera svolítið umhverfisvænt, endurnýta hlutina og eins og þú segir, og nefnir okkur nokkra poka fötum, þú farið með það í barnaloppuna og selt og þetta líka svona skiptimarkaður? Getur maður þetta með sér svona með stóla og svona? Barnabílstóla og annað slíkt? Sko kannski, það er alveg pottet að tjekka fólki, sumir eru alveg til að gera það, Ég er strax til dæmis búin að selja, hreiðrið okkar, ég keypti svona hreiður fyrir það strax þegar voru bara svona litli strákar. Og þannig að maður er rosalega duglegri að selja dót beint áfram, eins og pelavélinu notu frá aðrari tvíburamömmu sem ég hafði samband við á tvíburasíðu. Og og allt þetta, og ég er að kaupa þetta miklu ódýrara en þetta kannski kostar þetta í búð. Þannig að það er örugglega hægt að gera skipti ef fólk er tilbúin í það. Eina sem ég myndi passa bara upp á er að þó maður sé að kaupa notað, að það sé alveg bara ennþá bara heilt og það er alveg í lagi. Í barnaloppunni, eins og nefnir, þá getur maður gert mjög hagkvæm kaup og náttúrulega þegar maður er ungt foreldri og það er náttúrulega mikið kostnað sem fylgir að vera foreldri. Algjörlega. En með því að fara í barnaloppunni eins og nefnir, þá er þetta að vera bara hagkvæm og fá miklu meira fyrir peningin, ekki satt? Bara miklu meira í raun og veru og eins og rólan sem ég nota mest kostaði 2.000 skall, ruslið sem kostaði 6.000 skall út í búð kostaði 3.000 skall. Mér reyndar kostaði pókanir bara í það alveg 5.000 skall, en eins og dótið sem ég nota rosa mikið sem er svona yfir rúminu, það kostaði 3.000 skall, staðinn fyrir kannski 20.000 skall. Babypressvélin sem ég nota mest, langmest, hún kostar 35.000 minni með eitthvað út í búð og ég keypti hana á 15. Og hreiðrið keypti ég líka notað, það kostar rúmlega 20 skall, ég keypti það á 10 skall. Þannig að það er rosa hentugt, eins og bara líka eins og með barnabækur, ég er búin að kaupa barnabækur og þroskaleikföng og alls konar hluti í barnaloppunni á bara 300 kall stykkið eða eitthvað svona, þetta er svo frábært, ég mæli svo mikið með þessu og líka bara fólki sem er að vinna í barnaloppunni er rosalega svona bara hjálpsamt. Þjónustulunda. Þetta er frábært og mjög gott fyrir verðandi foreldrar að vita af þessu. Það er ekki endilega allir sem vita þetta og spá í eitthvað. Ég held bara líka mjög heppin að barnaloppan sé til á mínum tíma einhvern veginn. Ég get alveg trúið eins og fyrir kannski nokkrum árum þegar barnaloppan var ekki hérna, þá var að kaupa þetta allt inn nýtt. Ég finnst alveg bara algjör sóun. Það er svo mikið að barnadóti til, en bara að geta haft þetta bara til. Að þetta fyrirtæki sé til. Segðu mér, ef þú ferð með fatapoka þangað í barnaloppuna, ferð þú eitthvað fyrir það, barnafötin? Þannig að þú getur selt þeim dótið þitt? Það er ég held að þú borgar einhverja ákveðin x mikið prósentu til að vera hana. En þú færð alveg, ég held að það sé rosalega lítið, en þú færð eiginlega allt tilbaka. Þú getur líka leigt, held ég, minni mig eitthvað svona viku. Ég man ekki alveg það er alltaf einhver svona ýmislegt sem hægt er að gera. Frábært. Ég ætla að mæla mikið með þessu. Þetta er bara búið að bjarga mér. Yndislegt. Það er virkilega gaman að koma og sjá hjá þér og sjá þið blómstra sem móður í hlutverkinu. Takk fyrir. Og sjá strákana þína, þeir eru yndislegir. Takk fyrir. En ég bara gangi ykkur vel. Takk. Og takk fyrir þessu góðu ráð. Takk fyrir, það var bara ekki málið. Eru gaman
gaman að fá að koma hingað til þín, Daniel Freyr, á vinnustofuna hjá Döðlum. Þakka fyrir, sömuleiðis. Þið eru nú þekkt fyrir að vera með mjög skemmtileg verkefni og vera svolítið öðruvísi heldur flestir aðrir. Ég teki eftir því. Já. Vísvitandi. Vísvitandi, það er mjög skemmtilegt. Ég tók eftir nýjustu hönnun ykkar. Það eru sumarbústaðir sem að nefnast Broddgöldurinn. Já. Geturðu aðeins sagt mér meira frá honum og svona hönnun bak við hann? Já. Sem sagt, við höfum gengið með þá hugmynd kannski í nær 10 ár að búa til svona verksmiðju framleitt hús. Og í upphafi voru þetta mjög svona frekar einfaldar teikningar og átti að vera afar minimalísk bygging. En það var ekki fyrir svona nokkrum mánuðum seinna þar sem við vorum að vinna við að hanna hótel og vorum að hanna skenk inn á Svítu. Og af því að við erum í rauninni ekki, við erum ekki arkitektar per se, þannig að og svona okkar hönnun er mjög grafísk og hún er mjög reyndar minimalísk og frekar svona brútalísk, ef ég má orða það þannig, og við erum meira grafískir hönnuðir, þannig að við vinnum rosa mikið grafískt og með þannig form og við vorum að hanna þennan skenk inn á þessa Svítu og úr var þetta mynstur afar einfalda svona viðar svona 45 gráðu mynstur sem við köllum hedgehog eða broddgöldur og það var svona þegar maður kom upp á vegg hérna og allri sinni dýrð þá var mjög augljóst að við ætlum að vinna meira með þetta form og þetta kannski þó þetta sé svona mjög einfalt þá er þetta pingu frábrugðið. Og í svona svolítið sem að framhalda því þá drógu upp gamla teikningar af húsi sem við höfum verið að vinna og einhvern veginn þetta kom rosa skemmtilega saman og varð þessi svona þetta einingarhús, verksmiðju framleitt einingarhús sem við köllum hedgehog. Þetta er mjög skemmtileg, þetta er frumleg hönnun og hún ég séð myndir af þessu og í íslenskri náttúru og þetta virðist bara eins og smellpassinn. Það er rétt, hann passar mjög vel inn í íslenska náttúru og við höfum mátað hann bæði erum við komin sem sagt við Heklurætur, Heklubyggð heitir það og við fyrir ofan svona á þar sem maður getur útsýni út gluggann er Hekla og síðan erum við búin að máta hann aðra lóð við Illagil í Þingvöllum og það er mjög frábrigðin sem sagt frábrigðið umhverfi og hann virðist allan að okkur finnst hann sóma sér vel á báðum bæði svona í ykkur svona mjög látlausu og litlu flötu umhverfi og í svona kannski hann í Illagil í Þingvöllum það er meira svona það er mun grófari umhverfi. Úr hverju er hann hannaður? Sem sagt, hvaða efniviður er notaður í? Hann er í grunninn er hann járngrindur, járngrindarhús sem er sem sagt einangrað með, það heitir Polytech, svona einangrun, þetta er bara svona þetta er mjög konsentrerað efni sem einangrar hann virkilega vel. Og svo er hann klæddur með þessu hedgehog klæðningu sem við byggum til. Já, þannig að það er hönnun. Og þeir líka hönnun innanverðu, þetta er náttúrulega í raun og veru bara eins og einn ílangur kassi, ekki satt? Jú, þetta eru... Og eru í nokkrum stærðum. Já, þetta eru einingar sem raðast saman og hver eining er 3 metrar á breidd og 7,7 metrar á lengd. Og hann getur verið allt frá því að vera, minnsta útgáfan hjá okkur það eru 4 einingar og síðan fer hann alveg upp í 6 einingar og þá er hann orðinn 18 metra langur og frekar stór. Lofthæðin er töluverð, þú veist að innan er lofthæðin 3 metrar. Og af því að húsið er það svona, fyrir okkur er þetta pingu listaverk. Þannig að að innanverðu er þetta ótrúlega standard
húsið okkar ótrúlega minimalist. Það bara eik á öllu, þú sérð enga hurðarhúna eða sem sagt eins mikið af öllum svona hnöppum og öllu falið. Þannig að þú átt svona bara vera þarna inni svona finna viðurinn svona tekur utan og þú ert auðvitað með síðan þessa íburðarmiklu og stóru glugga sem eiga að fanga eitthvað svona útsýni fyrir utan. Sko. Já, þannig að þá ertu í raun og veru bara með lifandi málverk og horfir út á gluggana. Þú ert með náttúruna sem síbreytileg líka eftir ástíðum og annað slíkt. Já. En þú veist, að því líka sko, þú veist, við erum eins og ég segi, þú veist, við erum ekki arkitektar þó að það séu arkitektar og verkfræðingar sem eru með okkur í teyminu við að hanna þetta, að þá þetta í rauninni að því þetta í rauninni bara vara. Þú veist, þetta ekki arkitektur per se, þetta ekki, þú veist, það sem arkitektar setja hluti inn í náttúruna og lætur það spila saman. Við erum meira bara, þú ert að kaupa hlut og við bara plöntum honum hana. Já, það er spennandi að fylgjast með þessu og spennandi að sjá hvað þið náðu langt með þetta og ég hef alveg mikla trú á okkur þið náðu líka á erlendum markaði. Já. Og ég bara hlakka til að tala við ykkur fljótt aftur hjá Döðlum og fylgjast með þessu að gera. Já, takk, kærlega. Takk. Farið ekki langt. Því eftir stutt auglýsingahlé þá kemur hingað til okkar hún Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, markaðsstjóri Krónunnar. Velkomin aftur í þáttinn, en hingað komin til okkar hún Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir frá Krónunni. Sælvertu Hjördís og velkomin hingað til okkar í þáttinn. Takk. Við höfum aðeins verið að fylgjast með því sem þið hafa verið að gera hjá Krónunni og þið bara heiður skilið. Ég sé að þið hafa verið að sporna gegn matarsóun í ýmsum leiðum. Getur aðeins sagt okkur af því? Já, akkurat. Við erum farin að lækka vöruverð á matvöru sem við köllum á síðasta séns. Að þegar að matvara svona ekki upp á sitt besta og farin að láta á sjá en allt í lagi að neyta hennar ennþá, að þá höfum við farið að lækka verð. Og það hefur gefið bara mjög góða raun og viðskiptavinir okkar taka vel í það og með þessu verkefni höfum við verið að minnka matarsóun allverulega. Þannig að það er mjög gott framtak. En svo líka annað, ég tek eftir því þegar maður kemur inn í verslanirnar þá það hollustan í fyrirrúmi. Hún bara blasir allstað við þegar maður lappar inn verslunina. Algjörlega. Við lýðheilsa skiptir okkur miklu máli og hollusta. Og eins og þú segir að þá hollustan alveg í fyrirrúmi og það er engin tilviljun að þegar þú lappar inn í Krónuverslun og þá tekur ávextir og grænmeti á móti þér. Og það er allt hugsað til þess að við viljum bara auðvelda fjölskyldum og viðskiptavinum okkar að velja hollari valkosti og þess vegna erum við líka að raða til dæmis í hillur okkar og þá röðum við hollari valkostunum fyrst. Þá röðum við til dæmis vatni undan gosi, hnetum undan snakki, reynum svona alltaf þannig að auðvelda fyrir viðskiptavinum að velja hollari valkost. Já, akkurat. Við náttúrulega erum öll að hugsa heilsuna í dag og svo jafnvel fjölskyldunum að fara með börnin í verslun og annað slíkt að þessi hollari valkostur, þetta er bara frábært. Akkurat og það er líka einmitt, maður veit það einmitt svona, við sem erum með lítil börn, að það er oft erfitt að fara eftir vinnu að versla. Og við erum búin að hugsa þetta ferðalag að þegar að fjölskyldur koma með börnin sína þá þeim velkomið að fá frían ávöxt og það svona minnkar líkurnar á því að börnin fara suður með einhver óhollustu og öllum líði vel í ferðalaginu, verslunina og við fórum einnig líka að við fórum og fjarlægum allt nammi af kassasvæðunum okkar. Já. Og þar erum við bara með hollustu og það má ekkert fara á þetta sölusvæði sem með sykri. Þetta er alveg frábært framtak. Eru þið með nammibar líka ennþá? Nei, við fórum í það verkefni bara að fjarlægja alla nammibari. Frábært. Og við segjum alltaf eini nammibarinn í Krónunni er sem sagt bara bland í poka í ávaxtadeildinni. Þar þér boðið að velja í poka 5 ávexti, svona 5 á dag, svolítið hugsunin Já, þetta er dásamlegt. Þetta eru góð fyrirmynd öðrum til eftirbreytni í þessum málum. En svo þið líka komið með svokallaða, afpökkunarborð. Er það rétt hjá mér? Já, hugmyndin kviknaði í rauninni frá þörfum viðskiptavina okkar. Við finnum bara gríðarlega þörf fyrir að minnka umbúðir og finna umhverfisvænni lausnir fyrir umbúðir á vörum.
og það langtímaverkefni og við erum alltaf að vinna í því að finna umhverfisvænni lausnir í umbúðum. Og við fundum milliskref eins og við köllum það að viðskiptavinurinn vill geta skilið eftir umbúðir. Þannig að við hönnum þetta afpökkunarborð sem hannað sérstaklega með það í huga að það auðveldar viðskiptavinunum að koma, leggja frá sér pókana, einfaldlega taka utan af morgunkorni pappa, jafnvel plast og allt og bara setja í sínar eigin umbúðir og skilja þetta eftir hjá okkur og við sjáum að flokka fyrir þig. Þetta frábært. Já. Þannig að það líka við getum lært af þessu og þarna líka erum við farin að hvetja viðskiptavininn og bara fólk til að sortera og hafa þetta í huga fyrir að versla inn. Þetta alveg frábært. Eru allar búðirnar ykkar eða verslanirnar byggðar upp með þessum hætti? Já. Við leggjum þetta ferðalag í rauninni, það alltaf ávöxtur og grænmeti sem tekur á móti þér og eins og við segjum með afpökkunarborðið að þá eru núna komnar tunnur. Við erum að vinna í því að fjölga afpökkunarborðunum núna bara og já, við reynum að gera eins í okkar verslinum. Þetta frábært. Ég bara hlakka til að fylgjast áfram með ykkur og í þessu góðu verkum ykkar og bara til hamingju með þetta verkefni. Takk fyrir. Takk fyrir mig. Við erum velkomin hingað í þáttinn til okkar, Sigurður Helgi. Já, takk fyrir, það er gaman að vera hér. Já, takk. Okkur leikur svolítið að forvitna að vita, því þú ert nú framkvæmdastjóri og formaður húseigandafélagsins. Hvaða þjónustu þið að bjóða upp á og segðu okkur líka kannski aðeins frá tilurð þessa félags? Húseigandafélagið að verða aldargamalt, var stofnað 1923 og almennt hagsmunafélag húseiganda. Hver sem húsin eru, hvort það íbúð, atvinnuhúsnæði eða blandað húsnæði, þess vegna dúkkuhús og félagið hefur þríþætt eðli og starfsemi, þannig að það er almenn hagsmunabarátta sem hefur einkum verið fólgin í því að stuðla réttarbótum. Við eignum okkur fjöleignúsalögin, húsaleigulögin, lög fasteignakaup. Nú í öðru lagi þá erum við með almenna fræðslu og upplýsingastarfsemi, einmitt það sem við erum að gera hér núna. Og síðan erum við með þjónustu við einstaka félagsmenn. Við erum með lögfræðiþjónustu sem er sérhæfð í fasteignalögfræði. Félagsmenn geta leitað til okkar og það er mjög vægt tekið á gjaldi. Þetta er þriðjungur, kannski stundum helmingur af því sem lögmenn taka. En við búum samtíð við sérhæfingu og félagsgjaldið er mjög í hófstilt, 6.000 á ári fyrir einstakling. Og þannig að með félagsaldrinu þá öðlast menn aðgang að sérhæfðri lögfræðiþjónustu á niðurgreiddu verði. Síðan erum við með húsfundaþjónustu sem hjálpum fólki að halda húsfundi löglega. Það er nefnilega mjög mikilvægt að ákvarðanir séu rétt teknar. Fundur verður að rétt boðaður, tillögur verða að vera í fundaboði. Það verður að stjórna fundinum almennum hætti og síðan verður að rita fundagerð. Við undirbúum fundin sem er fundaboð og útbúum tillögur, fyrir síðan fer síðan reyndur lögmaður með fundastjórn og fundarýtar lögfræðingur eða laganemi. Því að það oft fólk fer af stað í framkvæmdir fyrir 20 milljóna á grundvelli sem er veikur og ef grundvöllin er ekki í lagi þá getur greiðsluskyldan riðlast og þetta getur orðið skakkaföll fyrir eigendur og líka viðsemjendur, verktaka og banka og allt því. Þetta er mikil keðjuverkun og það er náttúrulega mjög mikilvægt að fólk fái sér góða ráðgjöf og aðstoð þegar kemur að svona málum. Það er rétt að gera rétt í upphafi. Það hins vegar getur verið erfitt og snúið að leysa úr flækjum, þar sagði einhver að það getur tekið 100 vitringa, 100 ára að leysa um hnút sem einn bjáni hefur nýtt í einhverju óðagoti. Já, þetta er alveg rosalegt. En það er eitt sem mig leikur líka forvitni að fá frekar upplýsingar Það er eignaskipta yfirlýsing. Þetta er mjög mikilvægt að hafa til staðar í fjöleignarhúsum og þú ert náttúrulega sá sem samdi þessi lög ekki rétt. Jú, ég gerði það og raunar reglugerðin eignaskipta yfirlýsingar líka. Já. Eignaskipta yfirlýsingar eru svona skriflegur löggerningur, skriflegur samningur, eigenda fjöleignarhús sem segir og lýsir séreignum og sameign, hverjum eignarhluta fylgir sérstaklega og hverjar hlutfallstölur eru sem ráða svo aftur
vægi atkvæða í flestum tilvikum og síðan skiptingu kostnaðar. Og lögin segja að svona skiptiyfirlýsing eigi að vera til í öllum húsum því að þetta er grundvöllurinn sem allt byggist á og það er fortakslaus skylda og þetta er skylda, það á að vera eignaskipta yfirlýsing. Já. Og það er þannig að engi getur skorast undan því að gera það. Nei. Og meira að segja það þarf í raun og ekki að gera sérstaklega skiptiyfirlýsingu ef að fyrirliggjandi er góður samningur eða samningur sem segir það sem segja þarf og eigendur eru sáttur við og vilja bara láta hana gilda áfram. Þá þurfa þeir ekki að rjúka til að búa til nýtt hjól undir vagnin. Nei. Og síðan í svona einfaldari fjöleignarhúsum, tvíbýlishúsum, parhúsum, þar sem er kannski bara jöfn eignarhlutdeild og allt liggur ljóst fyrir í þinglýstum pappírum, þá þarf ekki að vera ámaka fólk við að gera miklar skiptiyfirlýsingar. Og skiptiyfirlýsingar fyrst og fremst gerningur milli eiganda. En hins vegar eru lagakröfur þær að það verður að lýsa teknískum atriðum og byggingafræðilegum atriðum þannig að þetta getur orðið flókinn pakki og með skiptiyfirlýsingum er lagt inn í svona gagnabanka hjá hinu opinbera varðandi álagningar, varðandi mat á fasteignum og svo framvegis þannig að þetta fléttar saman bæði hlutverkið milli eiganda og síðan gagnvart hinu opinbera. Þetta er bara mjög gott að vita, góð ráð frá þér og við höfum örugglega eftir að leita til ykkar aftur. Alveg sjálfsagt, við erum tilbúnir í tuski hvenær sem er. Já, takk fyrir þetta. Fleira verður ekki í þættinum að sinni en við sjáumst að viku liðinni. Verið sæl.